vieux volcan glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagnol. Góðan dag, ég ætla að fara hérna yfir kaffihúsafrakkan. Það svona furðu hugmyndir í franskuvörn fyrir svartan. Þetta svona aðalega hugsað í ganniskákum og menn aðeins að leika sér, tefla hraðskáki við vinni sína og svona. Það er búið að vera svona mikið svona alvöru byrjanir undanförnu fjallaðum, þannig að kannski ágætt að fara aðeins í ykkur sullufótafræði. Og hérna myndinu við hliðin á má sjá miðbæjar skákmenn og þeir eru hérna höfðingjarnir og svo eru Magnús Carlsen og Simon Williams að tefla á The Good Night í Oslo. Það mætti nú alveg vera svona ykkur skákkaffihús eða skákbar á Íslandi eins og Grand Rock í gamla daga. Það var oft gaman að tefla þar á nokkrar hraðskákir back in the days. En við skulum vinda okkur í frakkan. Já, við ætlum að byrja hérna á E5 og í kaffihúsa repertórun okkar þá ætlum við að leika Biskup D7. Við ætlum ekki að vera neina hefðbundnar leiðir í þessu vídeói. Þegar við rittar F3 þá er hugmyndin að leika A6 og hérna skipt upp á hvítritabiskupnum með biskup B5. Biskup D7 er náttúrulega sjaldgæft, yfirleitt leikur svartur yfirleitt alltaf C5 hérna. En kaffihúsamenn leikum biskup D7. Rittar F3, A6. Nú segjum að hvítur vilji refsa svörtum og leika C4. Þá er drepið biskup C6. Náttúrulega eftir biskup D7 og A6 þá er kannski hvítur búinn að nota svona mínútu á klukkunni, spá í hvaða rugl þetta er. Þannig að C4, biskup C6, rókering, rittari D7, rittari B6, bara sína hvernig svartur á að debluta, biskup B3, rittari E5, við erum gott vald á D5, við erum að fara að leika drang D7 og langrókera, til dæmis svona. Róku C1 og hérna væri kongur B8 fín, A3, valda B4 og G5 upprópunarmerki og síðan er bara sóknar aðgerðir á kongsvæng og G4, H5, H4, G3 og svo framvegis. Þannig að það er nokkuð ljóst, við erum ekki að vera að finna sannleikan í þessu vídeo, þetta er bara svona til gamans. Já, C4 búinn og A4 er að stoppa biskup B5, bara C5, þetta er C6 og A4 er tilgangslaus leikur, bara veiking hérna á B3 reitnum. Svartur geti til dæmis bara leikið jafnvel C4, geti íhugað það jafnvel. Biskup G5 hefur ekkert upp á sig finnst mér, teflast eitthvað neður svona. Bara rittar F5 og svartur með fína stöðu hér, bara C5 að koma og biskupinu G3 óviskur. Nú biskup D3, biskup B5, það er strategían okkar, skipt upp á hvítritabiskupnum. Segjum hrókering, drepið C5 er ágætt hérna, og rittar E7 kemur líka til greina. Þá er hugmyndin vantarlega að fara á F5 með hann. Svo leika kannski C5 og H5 jafnvel. C5 okay. Ef hann drepur á C5 þá bara svona. C3 rittar C6 og þetta teflist bara normal. Rittar E7 H6 stuttrókun eitthvað svoleiðis
þannig að segjum að drepa á B5 sem er svolítið skrítið finnst mér. Hrókering C6 til dæmis, allt í lagi. Alls ekki leika C5 hérna, það er svolítið veikt peði hérna eftir þessu uppskipti. Strategíin oft í þessu er að bara leika C6 og svo bara riddari E7, F5, svo er hvítur leikur C3 þá kannski B4 til dæmis, eða riddari D7, B6, C4. Þetta er bara svona staða. Segjum biskup G5, riddari E7, H6, svipað áðan. Og A3 virkar nú hálfvitlaus, sé ekkert með vandræði á svörtum mér, riddari F5 eða H6 eða eitthvað. Nú stuttrókun C6 já, C3, riddari D7 og þetta er bara svona normal eins og ég segi. Þar með líkur þessum E5 kafla, biskup D7, það er kaffihúsa frakka repetórið. Og næst ætla ég að skoða hérna riddari D2. Þá var það riddari D2, við sjáum að Björn Ívar Karlsson og Ingvar Jóhannesson eru mættir hérna í góðu fíling efst í hægri horninu. Nú, árið 2005 teldi Björn Ívar á ECC við Jan nokkur Nepomniachtchi, kallaði Nepo, og Björn Ívar leik A5. Þetta var hraðskák á ECC, takk fyrir. Riddari GF3, A4, biskup D3, A3, B3, biskup B4. Björn Ívar sagði með það að Nepo hefði nú sjálfur telt hennar A5 leik með svörtu stundum. Biskup C3 og Björn Ívar targetaði bara A2-peðið. Ég held þetta að vera búlletskák og hér var Nepo sattur lífdaga og gafst upp. Þannig að A5 er einhver hugmynd sem ég þekki nú ekki alveg nógu vel. En ég er með hérna riddari C6, segjum C3, þá er E5 kaffihúsa repetórið okkar. Þetta er nú svona, biskup C4, dróning H5. Og við getum sérstaklega leikið biskup E6 og langkrókir hérna næst. Bara með svona easy game. Riddari GF3, riddari F6, E5, riddari D7 til dæmis, og hér stefnum við að leika F6 snemma. Og það er ekki svo auðvelt fyrir hvítan að leika biskup D3 út af riddari B4, svo kemur bara C5. Það var að horfa á biskupin ef maður vilji drepa á D3 sem er ólíklegt. Og biskup D3, þá kemur riddari B4, námi biskupin, fín setja biskupin og við erum með góða stöðu. Við getum leikið dróning D7 langkrókir að jafnvel dróning D5 og hrókur G8 svo. Skemmtilegri stöðu. Og hér með líkur riddari D2 kaflanum og næst er það riddari C3. Já, riddari C3, þá er það riddari F6 og riddari F6, segjum við skulum byrja biskup G5, þá er H6, biskup F6, fórnum hérna peði tíðanbundið, biskup B4, planið er hrókering og hrókur D8 með hugmyndin svo C5. Og ef hvítur drepur og reynir að hýrða peði, það er vafasamt hérna. Til dæmis biskup D3, þá er biskup D5 leikur, svo bara
töfluta svona stuttrókera. C5 getur annar leikur, eitthvað svona. Svartur verður mjög virkur sko. Segjum biskup C4 sem líklega best. Rittari hrókering, rittari G2, hrókur D8, hrókering. Þetta líklega besta leiðin fyrir hvítan sko. Náum P tilbaka. En þetta svona alveg easy game í hraðskák sko. Þannig að H6 svona dálítið skemmtilegu leikur. Nú ef hann hefði leikið biskup H4 þá var bara G5 auðvitað. Þannig að hvítur verður eiginlega að drepa þetta. Þetta svona smá sullufótafræði. Nú E5 þá ætlaði ég meðlega með rittari G8, takk fyrir. Og ég vekk smá athygli á því að í biskup B4 til dæmis, E5 ef við leikum biskup F8 tilbaka þá það í rauninni sama staðan þó að biskup F8 lítur einhvern veginn miklu verri út sko. Nú hugmyndin með rittari G8 að við eigum hugsanlega F5 reit fyrir rittarinn setna staðin fyrir að rittarinn á D7 og var opið fyrir biskupin. Nú segjum rittar F3 C5 D-dröpur, biskupdröpur H6 þetta C6 við þurfum að hafa reit fyrir biskupin á A7 oft í þessu þannig C7, biskup D7 lungrókun og sjá við hvað gott er búið líka A6 annars ef við rittar A4 þá ættir biskupin engan reit sko en þegar við búið líka A6 þá á hann A7 reitin hérna til dæmis nú A3 H6 þið getið testa eitthvað með svona bara að sína svo G8 dripið hrókur H7 segjum þetta í G5 skipta með svort til dæmis og þetta bara búið og það bara mikið að opna línur strax kongsvang H4 var kannski ekki góður leikur þetta bara svona hugmyndir nú ef hvítur leikur ekki rítur F3 leikur F4 eða eitthvað þá getum við bara telt þetta venjulega C5 til dæmis eitthvað svona þá held ég að rittari H6 væri bara ágætt og rittari F5 biskup F2 þetta svona mjög bara eðlileg staða sko það byldur hann B6 hugmyndina nú svo getið þetta komið til greina það getur líka komið til greina bara að loka búðinni með að leika C4 það verður svona getur örugglega ruglað svolítið hvítan í rýminu hrókering og jafnvel hrókur B8 bara það er undirbúið B5, B4 eitthvað svona til dæmis já, rittari G8 er nú svona dálítið flippaður leikur ég veit ekki neðaleg en hugmyndirnar eru einfaldar það er bara C5 og það verður að spyrja hvítan hvernig ætlar að tefla það sjá hvernig það er svona og svo bara biskup D7 langrókera og H6 G5 já, þetta er eitthvað sem hægt er að tefla í hraðskákum og á kaffihúsum landsins ég þakka fyrir í dag takk fyrir